Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekin við völdum. Hún yngsti forsætisráðherra landsins frá upphafi. Fyrsta verk að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækkun vaxta með styrkri stjórn á fjármálum ríkisins. Ráðuneytum verður fækkað úr 12 í 11. Af 11 ráðherrum verða 7 konur og hafa þær aldrei verið fleiri. Einn ráðherra verður utan þings. Hallalaus ríkisrekstur, auðlundagjöld á sjávarútveg og ferðaþjónustu og þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið á meðal þess sem að finna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. 9 ára barn var á meðal þeirra 5 sem létust þegar bíl var ekið inn á jólamarkað í Magdeburg í gær. Ekkert bendir enn til að pólitískir hvatar hafi legið að baki árásinni. Margar kynslóðir Hafnfirðinga hafa skreytt glugga gamla Lækjarskólahússins í áratugi. Gæslumaður jólaskrautsins segir að jólin kom ekki fyrr en skrautið sé komið upp. Gott kvöld. Nýr forsætisráðherra segir að fyrsta verk nýrrar ríkisstjórnar verði að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækka vexti. Stjórnarsáttmáli og ráðherraskipan nýrrar ríkisstjórnar Samfylkingar, Viðreisnar og Flokks fólksins var kynnt í dag. Formenn stjórnarflokkana þriggja boðuðu til blaðamannafundar í Hafnarborg í Hafnarfirði í dag. Kristrún Frostadóttir leiðir ríkisstjórnina. Kristrún segir stefnu yfirlýsingu stjórnarsáttmálans í styttri kantinum, miðað við yfirlýsingar síðustu ríkisstjórna. Það endurspegli traustið sem ríki á milli formannanna þriggja sem hafi getað komið sér að kjarna málsins án málalenginga. Fyrsta verk að ná stöðugleika í efnahagslífi og lækkun vaxta með styrkri stjórn á fjármálum ríkisins. Leið mun ríkisstjórnin rjúfa kyrrstöðu og vinna að aukinni verðmætasköpun í atvinnulífi. Kristrún segir að með samstöðu verkefni nýrrar ríkisstjórnar verði lífskjör landsmanna bætt. Húsnæðisöryggi verði sett í forgang og gripið til aðgerða til að uppræta fátækt. Stór skref í baráttunni gegn fátækt verða stigin. Það náttúrulega okkar allra hjartans mál. Við vitum það öll að fátækt þjóðarskömm og þessi ríkisstjórn, hún ætlar að stíga risastór skref í áttina því að útrýma fátækt. Ráðuneytum verður fækkað úr 12 í 11 og ákveðnir málaflokkar færast milli ráðuneyta. Samfylkingin fær 4 ráðuneyti, Viðreisn 4 og Flokkur fólksins 3. Eitt af forgangsverkefnum nýrrar ríkisstjórnar verður að hagræða einfalda stjórnsýslu og sameina stofnanir. Við erum náttúrulega að stíga þetta skref í dag með því að fækka ráðuneytum 1. Það eru skýr skilaboð sem felast í því að við ætlum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að hagræða og nýta hverja krónu í ríkiskerfinu sem allra best. Eiríkur Bergmann, þú ert prófessor í stjórnmálafræði og það hefur verið talað að myndun þessar ríkisstjórnar sé söguleg. En að hvaða leyti? Já, við erum að fá yngsta forsætisráðherra landsins. Við höfum aldrei áður haft samsteypustjórn sem leitt einvörðungu af konum og kvenforseti sem setur hana í embætti. Það auðvitað sögulegt líka. Það eru til fordæmi í löndunum í kringum okkur. Við höfum farið til Finnlands 2019 að þá voru 5 konur sem leiddu þá ríkisstjórn sem að reyndar þegar hún tók við 2019 þá voru 4 konur og 5. leiðtoginn var karl, en svo breytti sú stjórn yfir í að 5 konur stýrðu þeirri stjórn. 2 konur hafa stýrt ríkisstjórn í Noregi, en þetta er mjög sjaldgæft að það séu einvörðungu konur sem stýri svona stjórn. Og svo þetta 2 flokkar sem eru til þess að gera nýjar hjá okkur, Viðreisn og Flokkur fólksins sem eru inn í þessari ríkisstjórn, þannig að samsetningin á þinginu hjá okkur öðruvísi en oft áður. Heldur þetta sé heimsmet í fjölda kvenna í ríkisstjórn? Þetta ekki heimsmet fjölda kvenna í ríkisstjórn, en hvort að hvert hlutfallið er ekki alveg vissum. En það gæti verið ansi nálægt í. Þetta á helst Finnarnir sem veit okkur þessa samkeppni. En áður við ræðum menn og málefni, þá skulum við rýna aðeins í stjórnarsáttmálann. Í stjórnarsáttmálanum að finna 23 aðgerðir. Flestar þeirra almennt orðaðar og ótímasettar, en gefa innsýn í áherslur nýrrar stjórnar. Skoðum helstu málaflokka.
Megin línurnar í efnahagsmálum verður að stöðva hallarekstur ríkissjóðs, meðal annars með hagræðingu og sameiningu stofnana. Tekjuskattur, virðisaukaskattur og fjármagnstekjuskattur verða ekki hækkaðir, en auðlindagjöld verða hækkuð í sjávarútvegi og komið upp sambærilegu kerfi í ferðaþjónustu. Þessi ríkisstjórn segist ætla að framkvæma. Það á að virkja, bora göng og byggja upp vegakerfið. Haldið verður áfram með samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og Sundabraut. Á húsnæðismarkaði á að setja strangari reglur skammtímalegum, koma upp færanlegum einingahúsum og lokka lífeyrissjóði til að fjárfesta í húsnæði. Örorku og ellilífeyrir verður látin fylgja launavísitölu og frítekjumark ellilífeyris hækkað. 48 dagar á strandveiðum verða tryggðir og reynt að fá laxeldisfyrirtæki til að loka kvíum. Í heilbrigðismálum á að fjölga hjúkrunarrýmum og efla heimahjúkrun og auka aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Löggæsla verður efld og á að fjölga lögreglumönnum 50 strax á næsta ári. Útlendingalögin verða aðlöguð að lögum nágrannaríkjanna og heimilt verður að vísa fólki úr landi sem fremur alvarleg lögbrot. Stærstu tíðindin að finna í kaflanum utanríkismál. Strax á að skipa nefnd óháða erlendra sérfræðinga sem meta á kosti og galla íslensku krónunar og þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið fer fram eigi síðar en árið 2027. Eiríkur, ber þessi sáttmáli merkjum að allir flokkar hafi fengið sínu framgengt eða ber einhver skarðan hlut frá borði? Þetta auðvitað stjórnarsáttmáli 3 flokka og hann ber þess merki að allir hafa fengið eitthvað svona fyrir sinn snúð. Við sjáum það auðvitað að flokkur fólksins, það hefur kannski helst verið hort á það hvernig takist að svona ná upp í þau loforð sem þar voru gefin að rétta hlut fátækasta fólksins og þá það einkum þetta með bótagreiðslurnar að þær fylgi sem sagt launavísitölu frekar heldur en verðlagsvísitölu sem töluvert mikil breyting en samt ansi langt frá þessu loforðum 450.000 skerðingar laust. Viðreist færu þetta í gegn Evrópusambands aðildina og umsóknum það og Viðreisn hefur líka tekist að stöðva skattahækkanir sem að kannski voru í farvatninu væri Viðreisn ekki þarna. Og svo leiðir Samfylkingin augljóslega ríkisstjórnina og svona hefur verið að tala heilbrigðismál og margt þess áttar sem að þau hafa fengið í gegn. Þannig að mér sýnist nú allir hafa eitthvað. Hvað heldur átökin komið til með að verða mest? Já hér eru 2 mál sem að má segja að stjórnmála átök á Íslandi hafi hverfst áratugi. Það annars vegar kvótakerfið og innheimta gjalda fyrir notkun á auðlindinni þar sem á augljóslega breyta því og taka hér upp meiri auðlindagjöld og setja meiri sér í stjórnarskrá ákvæði þjóðareign á auðlindunum. Þetta risavaxið mál sem við höfum tekist á í áratugi. Og svo það Evrópusambands aðildin, atkvæðagreiðslu hvort að ég halda áfram með hana. Þessi 2 mál eru átakamál sem að kalla alltaf fram gríðarlega úlfúð í þjóðfélaginu þegar þau fara af stað. En áður við höldum lengra þá skulum skoða aðeins þessa ráðherra og skoða aðeins bara aldur þeirra og fyrir störf. Já. Nýr forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur verið þingmaður Samfylkingarinnar frá 2021 og formaður frá 2022. Hún 36 ára hagfræðingur sem hefur unnið hjá Morgan Stanley og síðar sem hagfræðingur Viðskiptaráðs og Kvikubanka. Nýr utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur setið á þingi í aldarfjórðung. Hún 59 ára lögfræðingur. Hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins og menntamálaráðherra en hefur verið formaður Viðreisnar frá 2017 og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hluta þess árs. Áður vann hún hjá RÚV og SA. Nýr félags- og húsnæðismálaráðherra verður Inga Sæland. Hún 65 ára og hefur setið á þingi frá 2017. Inga hefur verið formaður Flokks fólksins frá stofnun hans 2016 en Inga hefur lagt lögfræði og var þjóðkunn fyrir sönghæfileika sína í X-Factor þáttunum. Nýr fjármála- og efnahagsráðherra utan þings Daði Már Kristófersson, varaformaður Viðreisnar. Hann 53 ára og prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands með doktorspróf frá Noregi. Nýr heilbrigðisráðherra Alma Möller, nýkjörinn þingmaður Samfylkingarinnar. Alma 63 ára svæfingalæknir. Hún þekktust fyrir starf sitt sem landlæknir en hefur meðal annars starfað sem þyrlulæknir Landhelgisgæslunnar. Nýr atvinnuvegaráðherra Hanna Katrín Friðriksson. Hún hefur setið á þingi fyrir Viðreisn frá 2016. Hún 60 með gráður í heimspeki og hagfræði. Hún var aðstofamaður heilbrigðisráðherra Sjálfstæðisflokks í hruninu en hefur að auki reynslu úr atvinnulífinu. Nýr umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Jóhann Páll Jóhannsson. Hann 32 ára og hefur setið á þingi fyrir Samfylkinguna frá 2021. Hann heimspekingur með meistaragráðu í sagnfræði og stjórnmálahagfræði. Jóhann Páll starfaði áður sem blaðamaður.
Nýr mennta- og barnamálaráðherra er Ásthildur Lóa Þórisdóttir. Hún er 58 ára og hefur verið þingmaður Flokks fólksins og varaforseti Alþingis frá 2021. Hún hefur starfað sem kennari og verið formaður hagsmunasamtaka heimilanna. Nýr dómsmálaráðherra er Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingmaður Viðreisnar. Hún er 46 ára og hefur setið á þingi frá 2020. Hún er með meistaragráðu í lögfræði, var aðstofamaður félags- og jafnréttismálaráðherra 2017, deildarforseti lagadeilda og saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara. Nýr menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra er Logi Már Einarsson, fyrrverandi formaður Samfylkingarinnar. Hann er 60 arkitekt og starfaði sem slíkur en hefur setið á þingi frá 2016. Hann var áður bæjarfulltrúi á Akureyri. Nýr samgöngu- og sveitarstjórnaráðherra verður Eyjólfur Ármannsson. Hann er 55 ára, þingmaður Flokks fólksins frá 2021. Hann er lögfræðingur og hefur meðal annars starfað hjá sýslumannsembættinu, skipulagsstofnun, fjármálaeftirlitinu og hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Er eitthvað í þessu ráðherravali sem kemur á óvart? Nei, þetta er nú nokkuð eftir bókinni. Formaður stærsta flokksins og sú sem var með stjórnarmyndunarumboði verður forsætisráðherra. Það var kannski engum hortið þess hvort að þær myndu hrókara þessu og Þorgerður Katrín yrði forsætisráðherra og Kristrún fari í fjármálaráðuneytið, en svo er ekki. En staða Viðreisnar er ansi sterk í þessari stjórn, en fá bæði utanríkisráðuneytið sem að Þorgerður sest í og auðvitað svolítil áskorun fyrir flokksformann að vera þar. Og svo kemur Daði Már sem er utan þings en varaformaður Viðreisnar inn í fjármálaráðuneytið. Það er auðvitað eftirtektarvert. Það getur verið svolítið erfitt að hafa ekki þinglega stöðu og Flokkur fólksins fær þau mál sem að maður gerði ráð fyrir að væru hjá honum, þannig að þetta er nú svona nokkuð eftir bókinni. Takk fyrir þetta, Eiríkur. Lokahnykkurinn á annarsömu degi var á Bessastöðum þar sem formleg valdaskipti fóru fram á ríkisráðsfundum með forseta Íslands. Hljóðið í fráfarandi ráðherrum var misjafnt en nýir ráðherrar voru fullir eftirvæntingar. Ég held að sé mikil tækifæri fyrir stjórnarandstöðu gegn ríkisstjórn sem að leggur upp með þessi stefnumál. Við erum að horfa hérna á gríðarlega stór útgjaldamál. Hvernig skilurðu við? Vel. Og Ísland framtíðarinnar næsta ári er frábært, svo fremur að menn taki ekki rangar ákvarðanir. Þessi ríkisstjórnarsáttmáli sem var kynntur, mér fannst hann nú ekki mikið ólíkur þeim ríkisstjórnarsáttmála sem við hér sem erum að fara frá voru með. Skilaboðin sem ríkisstjórnin var með hér rétt áðan er svo að það eigi að stór auka gjaldtöku á stærstu atvinnugrein þjóðarinnar og það sem gerast er að það munu allir halda að sér höndum, bæði í ferðaþjónustunni og í sjávarútveginum. Og þá liði bara nokkra mínútur frá því að fráfarandi ríkisstjórn fór frá forsetanum á Bessastöðum þangað til svo næsta mætti. Ég ætla að vera forsætisráðherra fyrir alla þjóðina. Við höfum auðvitað tekið það mjög alvarlega að það kom skýrt ákall breytingar frá þjóðinni í þessum kosningum en það skiptir samt máli að við erum hérna fyrir þjóðinni í heild sinni, þannig að ég ætla að vera forsætisráðherra allra þjóðarinnar. Það er vetrarsólstöður, það er bjartara framundan. Bæði með dagana en líka með þessari ríkisstjórn. Ég tel að þetta sé besta jólagjöf sem við geta gefið þjóðfélaginu okkar. Ég finn aðalega mjög sterkt fyrir auðmýkt og mikilli virðingu sem ég ber fyrir því verkefni sem mér hefur verið falið. Ég er náttúrulega kennari alveg þangað til ég fór inn á þing og er kennari. Í stjórnarsáttmáli talað sókn í menntamálum. Hvernig verður hún? Já, það eigið nú eftir að sjá, en þið munuð alveg sjá það að við erum að fara að gera góða hluti í menntamálum. Var þetta óskaráðuneytið? Já, eitt af þeim, já. Hvert verður þitt fyrsta verkefni í ráðuneytinu? Fyrsta verkefni að tryggja forgang almennings þegar kemur að raforku á tímum umfram eftirspurnar í kerfinu. Og það verður nánar fjallað málið í Silfrinu hér að loknum fréttum, er það ekki svo, Sigríður Hagalín? Jú, María Sigrún, Silfrið snýr aftur úr jólafríi í kvöld til að fjalla nýju ríkisstjórnina. Þær Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland eru inn í sminki að gera sig klárar fyrir þáttinn og við ætlum að ræða stjórnarsáttmálann, ráðherraskipanina og spennandi tíma framundan. Við byrjum klukkan korter í 8, ekki missa því. Takk fyrir þetta, Sigga. Kanslari Þýskaland segir að árás á jólamarkaði Magdeburg í gær þar sem 5 létust verði rannsökuð í þaula. Málið er ekki rannsakað sem hryðjuverk að svo stöddu. Sjónarvottar lýsa skelfilegri atburðarás þegar bíl var ekið inn í mannmergðina. Bin vom Allee Center Richtung Weihnachtsmarkt gelaufen
und habe dann schon dumpfe Geräusche und ein lautes Motorheulen wahrgenommen. Dann Schreie, Menschenmengen in Panik und habe dann live gesehen, wie das Auto hier die Straße lang gefahren ist, weil wir gerade mitten auf dieser Straße standen in der Verkehrsinsel. Der eine Teil unserer Gruppe ist nach hinten gerannt, ich nach vorne Richtung Gebäude. Árásarmaðurinn ók bílnum fram hjá steyptum pollum og inn í mannmergðina á markaðnum. Honum tókst að aka 400 metra áður en bíllinn stöðvaðist. Minnst 200 manns særðust. Das Auto ist dann vorbeigerast, die Polizei ist hinterhergerannt. Weitere Einsatzkräfte sind gekommen und haben dann quasi die Leute schon evakuiert und weggebracht, den Verkehr umgeleitet. Die Menschen waren trotzdem weiter in Panik, Schreie. Der couragierte Polizist hat quasi den Täter gestellt. Der ist aber ganz nüchtern sachlich ausgestiegen. Myndskeið náðust af því þegar árásarmaðurinn var handtekinn. Maðurinn á miðjum aldri og frá Sádi-Arabíu. Hann starfar sem læknir og hefur búið í Þýskalandi frá árinu 2006. Hann virðist hafa verið einn að verki og enn bendir ekkert til að hryðjuverk sé að ræða. Hann bjó í Bernburg sem skammt suður af Magdeburg og lögregla gerði húsleit í íbúð þar sem sögðir tengjast málinu. Þýskalandskanslari kom til Magdeburgar í morgun og fór að vettvangi árásarinnar. Hann heitir því að árásin verði rannsökuð í þaula. Und natürlich müssen wir genau den Täter, seine Handlung, seine Motive verstehen, dann auch mit den strafrechtlichen und den notwendigen anderen Konsequenzen darauf zu reagieren. Íbúar Magdeburgar eru í áfalli og fjöldi þeirra fór að jólamarkaðnum í morgun til að syrgja hina látnu. Að minnstakosti 1 barn lést í árásinni. Zu Hause im Fernsehen alles mitbekommen, ja. Eigentlich war der geplant, zum Weihnachtsmarkt zu gehen. Zum Glück waren wir nicht da. Und was waren Ihre ersten Gefühle, als Sie davon erfahren haben? Ja, bestürzen, ja. Also wenn man dann gleich hört als erstes, dass ein kleines Kind gestorben ist und selber ein kleines Kind hat, dann das ist schon hart. Also, ja. Ja, ich war einfach nur froh, dass ich mit meiner Freundin und meinem Kind nicht hingegangen bin. Das hätte auch unser Kind sein können. Í dag stysti dagur ársins á norðurhveli jarðar. Af því tilefni komu þúsundir manna hvaðanæf úr heiminum saman til Írlands í morgun til þess að sjá vetrarsólstöður inn í mörg þúsundar á gömlu grafhýsi. Hið leyndardómsfulla Newgrange grafhýsi frá nýsteinöld sem þýðir að það 5000 ára gamalt, eldra en píramídarnir í Egyptalandi og sjálft Stonehenge á Englandi. Göngin í grafhýsinu eru dimm nær allt árið, en á vetrarsólstöðum lýsir sól upp innsta rými þess og úrverður magnað sjónarspil sem varir aðeins í 17 mínútur á ári. 18.000 manns tóku þátt í happdrætti að fá að berja þetta undur augum en aðeins 16 heppnir komust af. We come here every year, we're here and it's incredible when the sun actually shines through. I've been lucky enough to see it and it's just amazing to be inside and just see that happen. The colours, the atmosphere, it's special being in there. When the sun shines, people who are inside are incredibly lucky. Mjög þungbúið var í norðvesturhluta Írlands í morgun og því var útlit fyrir að sólargeislarnir næðu ekki alla leið inn í Newgrange. Svo í blálok 17 mínútna gluggans birti til og sólin lýsti upp grafhýsið. This morning we felt very fortunate to see the sun there at the last minute and it just changes everything. Áratugagamalt jólafundur í gluggum fyrrum grunnskólabyggingar kemur Hafnfirðingum í jólaskap ár eftir ár. Gæslumaður jólaskrautsins segir það einkar umhverfisvænt og það sé órjúfanlegur hluti jólahefða bæjarbúa. Nokkra kynslóðir barna eiga heiðuna jólaskreytingum í gluggum byggingarinnar sem áður hýsti Lækjarskóla í Hafnarfirði. Þeirra gætt af kostkeppni af fyrrverandi nemanda skólans sem nú starfar hjá Hafnarfjarðarbæ. Gömlum, góðum Hafnfirðingum og ég held öllum Hafnfirðingum. Þykir mjög vart þetta. Það allt vitlaust í bænum ef þetta sé ekki komið upp á réttum tíma. Elstu myndirnar hálfrar aldar gamlar. Þær eru gerðar úr pappír og nýverið var þeim pakkað inn í plast til að varðveita þær betur og þegar þær eru ekki til sýnis þeim vandlega pakkað inn og svo dregnar fram þegar líður að jólum. Sigurður segir að það sé hluti af aðventuhefðum margra Hafnfirðinga að koma og skoða í gluggana. Ég veit fólk, það kemur með börnin sín og barnabörnin og kannast myndir sínar. Ég hef heyrt þetta. Og það skiptir litlu þó að sumar myndana séu farnar að láta á sjá. Uppskal þetta. Þetta svo umhverfisvænt. Þetta notað ár eftir ár og við hendum þessu ekki.
Þú ert gæslumaður jólaskrautsins. Ég ætla að segja bara já, ég mun passa það. Meðan ég verið að vinna í Hafnarfjarðarbæ, þá mun ég passa það, alveg pottþétt. Þetta er gamli skóli minn og þetta er mitt yndi. Jú. Og meira tengt jólunum því í kvöld verða haldnir kveðju tónleikar jólagesta Björgvins Halldórssonar í Laugardalshöll og þar er Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Erla, þetta eru sannkölluð tímamót. Já, það má eiginlega segja það með sanni því í kvöld lýkur 18 ára sögu jólagesta Björgvins Halldórssonar en fyrir marga þá hafa þessi tónleikar verið ómissandi í aðdraganda jóla. Tónleikarnir byrja hérna klukkan 9 en hjá mér er hann Björgvin Halldórsson og Svala Björgvins, þetta maðurinn sjálfur. Jæja, Björgvin, nú er þessu ævintýri að ljúka. Hvernig svona er tilfinningin? Hjúk. Þetta er tilfinningar rússipanni. Þetta er bara hlátur og grátur til skiptis. Nei, þetta er bara allt tekur enda og svona, þetta er ekkert mikið, ég er ekkert að fara á taugum, búin að vera í þessu svo lengi í þessum bransa, en maður veit aldrei hvað morgundagurinn gefur í skauti sínu, en þetta er búið að vera algjört ævintýri og ég hlakka til nýrra ævintýra. Og nú er löngu uppseltið það ekki á tónleikana? Heldur betur maður, það er alveg ásalega gaman, við erum náttúrulega með frábært line-up, gesti og frábæra hljómsveit, við erum með strengjasveit, við erum með barnakór og við erum með kallakórin Esju, við erum með og svakalega fína söngvara og allt svona og það seldist upp á svipstundu, upp í rjáfur. Það er bara streymi núna, fólk getur gefið sér streymi til þess að horfa. Og hverjum að fólk svona búast við í kvöld? Ég held að þetta verður bara ógleymanlegt sko, því að já, þetta eru svona kveðju tónleikar og það eru bara, allir eru að mínum að toppa sig hérna, allir sem eru að taka þátt að gera sitt allra besta, þetta verður ógleymanlegt. Kæru vinir, þetta verður ævintýri. Skellið ykkur á streymi, allar upplýsingar á jólagestir.is. Takk fyrir þetta Björgvin og Svala og gangi ykkur vel í kvöld, en við kveðjum hérðan úr Laugardalshöll. Takk fyrir það. Og þá að veðri, norðan og norðvestan 8 til 15 metrar í kvöld og nótt en hvassari á Snæfellsnesi og suðaustan til. Það verða él víða land en bjartviðri sunnanlands. Það kólnar í bili, suðvestlæg eða breytileg 3 til 10 metrar á sekúndu og dálítil él á morgun. En svo lægir og léttir til austanlands. Svo snýst í vaxandi suðaustanátt og það fyrir að snjóa suðvestan til seint annað kvöld. En Óli Þór Árnason veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Vandræði Englandsmeistara Manchester City í úrvalsdeildinni í fótbolta á Englandi halda áfram. Í dag lá liðið gegn Aston Villa og sígur enn niður töfluna. Reynslan af notkun myndbandsdómgæslu í handbolta hérlendis er góð, segir varaformaður HSÍ. Ný tækni kalli á sífellda endurskoðun reglna, en tilgangurinn er að auðvelda dómurum að komast að réttustu niðurstöðunni. Og Íslandsmeistarar Vals unnu lokaleik úrvalsdeildarinnar í körfubolta fyrir jólafrí. Liðið er samt rétt við fallsvæðið. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Og áður við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er tekin við völdum. Hún er yngsti forsætisráðherra landsins frá upphafi. Ráðuneytum verður fækkað úr 12 í 11. Af 11 ráðherrum verða 7 konur og hafa þær aldrei verið fleiri. Einn ráðherra verður utan þings. Hallalaus ríkisrekstur, auðlindagjöld á sjávarútveg og ferðaþjónustu og þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið er á meðal þess sem er að finna í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. 9 ára barn var á meðal þeirra 5 sem létust þegar bíl var ekið inn á jólamarkað í Magdeburg í gær. Ekkert bendir enn til að pólitískir hvatar hafi legið að baki árástinni. Ekki missa af silfrinu sem hefst strax að loknum íþróttum og veðri. En næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 kvöld og RÚV.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl.